Jólagestir Björgvins fjölskylduskemmtun og það eru fólk á öllum aldri, krakkar, eldra fólk og svona. Við viljum bara, eins og slóganið okkar segir sko, við komum með jólin til þín og það bara svoleiðis. Málið var það að þetta byrjaði þannig sko að ég gaf út plötur sem heita Jólagestir og svo söng ég 3 tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands í höllinni. Og þá var svo gaman að þessi hugmynd kom hvernig væri að gera svona jólagesta tónleika þar sem ég væri svona gestgjafinn og fengi góða gesti í heimsókn. Ég hef alltaf verið svona mikið fyrir jólin sko, en það ég búinn að syngja svo mikið jólalögum að ég orðin hálfgerð jólasveinn sko. Það eru svona ýmsir hlutir sem maður gerir svona til þess að halda í horfinu. Kannski smá hjátrú og svona. Ég með vissan vasaklút alltaf í vasanum sko. Og svo náttúrulega koma allir þessi glæsilegu flytjendur sko. Og við vinnum þetta saman. Engin kynjamismunur og það alveg, þú veist, það allur pakkinn tekinn sko. Hvað hratt, hvað rólegt, hrynjandinn og allt svona. Þetta mjög útpælt sko. Og undirbúningurinn byrjar bara eftir áramót sko. Svo þetta búið þá svona kemur svona smá ljúfsárleiki yfir mann sko, smá söknuður sko, skrítið sko. En það bara fylgir þessu sko. Þegar fólki hættir að klappa sko, þá þetta allt í einu orðinn einn. Þetta bara partur af árinu og svo lengi sem fólk vill koma, þá gerum við þetta sko. Þetta bara svo gaman sko, að vinna með svona glæsilegu fólki og það jafnast ekkert á við lifandi flutning sko. Það algjör toppur sko.